Ég heiti Kristbjörg Þórisdóttir. Ég skipa annað sæti fyrir Framsókn í Suðvesturkjördæmi. Ætlar þinn flokkur að vinna að því að gera heilbrigðisþjónustu á Íslandi gjaldfrjálsa á næsta kjörtímabili? Já, það er stefna okkar í Framsóknarflokknum að halda áfram að lækka greiðsluþátttöku sjúklinga í heilbrigðiskerfinu og í því samhengi er nauðsynlegt að greiðsluþátttökukerfi vegna læknis- og lyfjakostnaðar verði sameinað. Og í umsögnum síðustu ríkisfjármálaáætlun þá lagði Framsóknarflokkurinn áherslu á þessa þætti og við lögðum líka áherslu á að tímabili ríkisfjármálaáætlunar yrði tannlæknakostnaður, sálfræðikostnaður og aukinn ferðakostnaður settur inn í almenna greiðsluþátttökukerfið. Og við leggjum áherslu á þessa þætti og þeir gerist á næsta kjörtímabili. Og til dæmis það að niðurgreiða sálfræðiþjónustu og tannlæknaþjónustu fyrir eldri borgara. Sálfræðiþjónustu fyrir alla, það er svona aðal mikið áherslumál hjá okkur núna. Og svona kannski almennt má segja bara að stefnan okkar snúist það að veikir borgi ekki. Það er svona stóra stefnumáli varðandi greiðsluþátttöku. Við viljum lækka greiðsluþátttöku og við viljum að byrðunum sé skipt þannig að veikir borgi ekki. Hún Hanna ber út blöð. Launin fyrir útburðin er 25.000 krónur á mánuði. Vegna svonefndrar krónamóti krónuskerðingar sem að kallast sérstök framfærslu uppbót ber hún aðeins krónur 2.000 úr býtum. Ætlið þið þá að afnema krónamóti krónuskerðingu á næsta kjörtímabili og ef svo hvenær yrði það gert? Já, við ætlum að gera það. Og við leggjum áherslu á kerfisbreytinga verði í málefnum öryrkja eins og urðu í málefnum eldri borgara í ríkisstjórnartíð Framsóknarflokksins. En þar var þessi krónumóti krónuskerðingu tekin út og það er mikilvægt að verði haft samráð milli öryrkjabandalagsins og stjórnvalda þessa kerfisbreytingar. Það er svona lykilatriði að þetta fari fram í samvinnu. Við síðustu ríkisfjármálaáætlun þá kom fram að króna á móti krónuskerðingu yrði fram til ársins 2019. Við gagnrýndum það og við vildum að sú aðgerð yrði framkvæmd fyrr og lögðum áherslu á það í umsókn okkar ríkisfjármálaáætlunina. Þannig að svari já, við viljum gera það og viljum gera það sem fyrst. Jón er á 30-aldri. Hann kemst ekki fram á rúminu án aðstoðar. Hann er fastur upp í rúmi allar helgar vegna þess að hann fær ekki aðstoð. Jón vill fá NPA, notendastýrða persónulega aðstoð, svo hann geti farið fram úr á hverjum degi og tekið þátt í samfélaginu. Ætlar þitt framboð að tryggja honum þátttöku í samfélaginu á næsta kjörtímabili með því að lögfesta NPA? Já, svarið er já. Við Framsóknarflokknum leggjum áherslu á að lögfesta NPA og okkur þykja mjög miður að það hafi ekki náðst í gegn á síðasta kjörtímabili. En það liggur fyrir samkomulag á milli allra formanna flokkana að NPA verði klára snemma á næsta kjörtímabili. Og það er mjög mikilvægt að það samkomulag haldist og þessi áætlun standist. Meirihluti bygginga á Íslandi er óaðgengilegur hreyfihömluðu fólki en það er ekkert eftirlit með því að aðgengi sé í lagi. Við höfum talað við slökkvilið höfuðborgarsvæðisins og þetta er verkefni sem það getur tekið að sér og sinnt samhliða eldvarnaeftirliti. Myndi þinn flokkur vilja lögfesta slíkt eftirlit? Við í Framsóknarflokknum erum bara opin fyrir hinum ýmsu aðgerðum til þess að efla aðgengi og við teljum aðgengismál vera mjög brýnt mál sem þarf að ráðast í og við erum bara tilbúin til samtals og samstarfs við ýmsu aðila og félagasamtök til þess að vinna þessum málum og þetta hljómar sem skynsamleg lausn. Þannig að við erum mjög jákvæð fyrir því og við trúum því bara samvinna skili góðum árangri. Anna stundar háskólanám en fær ekki túlkaþjónustu til að geta tekið þátt í hópavinnu. Hún getur því ekki uppfyllt námskröfur í skólanum. Ætlar þitt framboð að tryggja fötluðu fólki aðgengi að öllu námi á næsta kjörtímabili og ef svo þá hvenær? Já, það ætlum við Framsóknarmenn að gera eins og við höfum gert áður og það er mikilvægt að þessi vinna sem er í gangi haldi áfram og hún sé sífellt í gangi. Þetta er auðvitað aðgengismál. Við viljum bara tryggja að Anna eins og allir aðrir nemendur hafi aðgengi að því að stunda sitt nám.